föxt og ástir þeirra Sigrúnar og Þórarins og inn í söguna fléttast ýmsir kynlegir kvistir úr sveitinni. Sjónvarpsgerðin sem við sjáum hér á eftir stytt útgáfa af uppsetningu Leikfélags Reykjavíkur í Iðnó 1968. En sonarsonur Jóns, Emil Thoroddsen og Indriði Waage sömdu handritið. Í þessari sýningu fóru margir af fremstu leikurum þjóðarinnar á kostum og túlkun Brynjólfs heitins Jóhannessonar á séra Sigvalda rennur þeim seint úr minni sem sáu. Ýmsar persónusögunar eru enn að flækjast á meðal okkar enn í dag og grófakærlingin á Leiti býr í ýmsum skúmaskotum. Sögumaður og leikstjóri Jón Sigurbjörnsson og leikhendur eru Brynjólfur Jóhannesson, Margrét Magnúsdóttir, Inga Þórðardóttir, Steindór Hjörleifsson, Kjartan Ragnarsson, Þorsteinn Gunnarsson, Valdimar Helgason, Jón Aðils, Sigríður Hagalín, Valgerður Dan, Borgar Garðarsson og Guðmundur Erlendsson og Guðmundur Magnússon. Maður nefndur Sigvaldi, hann var Árnason. Sigvaldi var prestur og bjó þar sem heitir að Stað. Þar prestsetur og staður góður og á þeirri tíð sagan gerðist kirkja vegleg. Hlíð heitir eitt bær þar í Staðarsókn. Þá jörð átti Sigvaldi prestur og bjó þar sá maður Sigurður hét Jónsson. Hann var borgfiskur að ætt, kona hans hét Þórdís Bjarnadóttir. Sigurður bóndi var búsýslumaður mikill og átti vel lausafé, en ekki aðra fasteign en jörð eina sem Hamar heitir. Helmingur jarðarinnar var konuarfur, en hinn helmingin hafði Sigurður keypt af þeim manni Þórir hét og þar bjó. Var það í skilmálu með þeim Sigurði og Þóri að Þórir skildi eiga heimilt að búa á Hamri meðan hann lifði og kysi að vera þar. Ekki áttu þau Sigurður og Þórdís barna á lífi, höfðu þau 8 börn saman en þau dóu ung. Svo segir orðrétt á fyrsta blaði skáldsögunar Maður og kona eftir Jón Thoroddsen. Vinnumaður var þar í Hlíð Þorsteinn hét, hann átti dóttur var þar með honum, hún hét Sigrún. Sigrún var 10 ára gömul, verður faðir hennar úti í ofsa veðri vetur, hann eitt sinn var á leið heim frá kirkju ásamt Sigurði bónda. Sigurður bjargaðist naumlega úr þeim lífsháska. Þorsteinn átti barni með stúlku þar í sveit sem síðar giftist öðrum og var nú dáin fyrir nokkurum. Eftir lát Þorsteins ákveða þau Þórdís og Sigurður að uppfóstra litlu stúlkuna. Leikriti hefst hún orðin gjafvaxta heimasæta. Segir svo enn fremur í sögunni. Það var tvennt sem Þórdísi húsfreyju þótti vanta á menntun og kunnáttu Sigrúnar fóstur sinnar svo að hún væri eins vel að sér í öllu því sem þá var tíðkanlegt að kenna öllum stúlkum þeim kallaðar voru góðir kostir. Það var eitt að hún kunni ekki pellsaum og blómstursaum og útsaum og hitt annað að hún kunni ekki að draga til stafs. Þetta treysti Þórdís sér ekki til að kenna henni til fullnustu og með því að engir bæir voru þar í grennd svo stæði á að þessar listir yrðu numdar þar nema á prestsetrinu Stað, tóku þau hjón þar ráð að koma henni þangað tíma til prestkonu. Var annáluð fyrir hannyrðir og bókmenntir. Og þar allmikil vinátta var með því hlíðarfólki og prestkonu var málið þessu allvel tekið og skildi Sigrún fara að staðnum aðventuleitið og vera þar fram á vorið eða svo lengi sem þurfa þætti. Steinunn prestkona átti hálfbróður Þórarni hét. Hann hafði verið við nám í 5 vetur á Hólum og nú nýkominn heim að Stað. Hefur prestkona beðið hann að kenna Sigrúnu að draga til stafs. Jæja, alls ekki best að byrja námið. Nú skuluð þér reyna. Svona. Fyrst A. Mjótt strik upp. Feitt strik niður. Feitt niður. Alveg rétt. Og svo í hring. Og svo í hring? Nei, ekki svona. Ég skal sýna þér. Svona. Svona á það að vera. Ég að mér farist þetta aldrei vel úr hendi. Og ekki láta hugfallast. Enginn smiður í fyrsta sinn. Reynið þér aftur.
Sjáum til, þetta öllu betra. Já, svo kemur B. Svo kemur B. B, mjótt strik upp. Þetta falleg hönd. Falleg hönd. Já, falleg rithönd. Þegar framlíða stundir fá þér fallegustu hönd. Já, B. Mjótt strik upp. Feitt strik niður. Feitt niður. Alveg rétt. Og svo hálfringur. Og svo hálfringur. Nú eru strax farið að fara fram. Hvernig kunnið viður hér að stað? Ágætlega. Umhverfið hér afar fagurt, finnst þú það ekki? Jú, en... En mér finnst þau voru heima í Hlíð. Hafið aldrei komið þar? Jú, fyrir nokkrum árum. Fannst þau ekki fagurt þar? Jú, þá. Nú held ég að sé fegurra hér að stað. Nú, hvernig má það vera? Hefur umhverfið breyst? Umhverfið? Ég veit ekki hvernig ég orða það. Og þó, ef maður tekur það fegurst af einum stað og flytur það á annan, þá hlýtur það að valda miklum breytingum. Ég skil ekki hvað þeir eigi við. Ég veit að þið skiljið mig ekki nú, en seinna munu þau skilja mig. Þórarinn prest. Presturinn býður yfir að finna fyrir sig handbókina sína. Handbókina? Já, víst handbókina. Hann sagði að þér myndi helst vita hvað hún væri niðurkomin því þér hefði aftan hönd síðast. Þér verðið að fara fram góður og leita að henni. Ekki skal ég trúa því finn ég tek á að hún Þórarinn láti glepjast á svona drós. Þessar líka félug tátu. Nokkur þarna frammi, systir mig góð. Ekki sýnist mér það vera bróðir góður. Ég verð þá Guðrún systir að segja fréttir af því sem ég einhver tíma hef minnst á mig. Við Þórarinn minn áttu nú í fyrsta skipti tal saman hitt. Já, og hvað sagði hann? Við sátum lengi tveir einir fram í stofu og töluðum fyrst svona víð og dreif glóðakeri hérna. Nú og seinast ég ræðan að því sem ég oft hef alltaf að tala við hann. Ég lét hann ráða í hvers að kynna mig að vænta ef hann vildi fara að mínum ráðum. Sum sé að ég myndi ekki ófús á að taka hann mér fyrir kapilán, fá honum helming hér að staðnum til ábúðar, alltaf þriðjunga föstum tekjum og fyrir ekstraverk allt eftir samkomulagi. Þó með því skilyrði að hann reyndist mér sem hlýðinn og auðsveipur sonur og ætti þá stúlku sem mér væri ekki á móti skapi. Efna góða, honum höfðu öllu sambáðna, ráð þetta og reynda, nú taktu eftir. Það ég þarf ekki að segja þér við hverja ég átti. Það hefur lengi verið hugur minn að koma þess í kring að þú fengir viðverulega giftingu þegar þú ferð mínum húsum. Já, og hvernig tók hann undir? Já. Fálega. Já, þetta kom eins og getur nærri flatt upp á hann og hann tók þó af engu og játaði heldur ekki neinu. En engin eig fellur við fyrsta högg, systir mín góð. Ég fann að letjast að þjóna þessu örðuga vesala og mér í mörgu tilliti óhaldkvæma brauði og því sagði ég honum að ég hefði ákveðið að fresta því ekki lengur að taka mér einhvern geðfelldan mann mér til aðstoðar. Ég leti hann sitja fyrir ef hann vildi fylgja mínum ráðum, en hann að segja mér ákveðið annarkvort af eða á í seinasta lagi fyrir messur. Nú, ég kalla hann að fá nægan umhugsunartíma þetta og bíða fram á mitt sumar. Mér hefði nú síst að hann gæti bráðum sagt annað hvort og þér jafnvel bróðir minn skipaði þetta. Vertu þolinmóð, systir mín góð, flasir ekki til farnaðar. Ég þekki Þórarinn Má, hann þráður geistir farið á honum.
Nú nefnir grunna rétt munan á endanum ganga ljúft að öllu. Hann mun sjá hvers að fer á mis ef hann hafnar því sem hann á kost á og hvað í aðra hönd ef hann vill fylgja mínum ráðum. En viljugan hvern best að kaupa. Já, við vinnum þetta með laginu, systir mín góðu. Já, hinu best, ef á þarf að halda. Já, þér sögðu svo Mári viti menn þegar það kom til orða með okkur Jón. En hvernig fór? Það dróst og beið þér ætlaði að vinna hann með laginu. Og seinast var ekki neitt úr neini, svo heldur ekki að við að búast þegar aðrir fengu tíma til að komast í brauðið. Já, annað mál var það. Hann átti aldrei að vera annað en bara að steyfa. Jó, hverju var það að kenna það drótt í sundur? Þú varst aldrei áfram að eiga með fleiri ógreindum orsökum. Og ég hefði þú átt hann á endanum held ég. Og hvernig fer nú ef að Þórarinn þakkar yfir fyrir góða boð? Ljáðu mér góða kæri, systir mín. Vertu óhrædd, systir góð. Ég tók hann Þórarinn með þegar hann var á 10. árinu. Ég hef kennt honum að hlýða og það ekki ofsögum sagt og ég segi að sem hann á að mér að þakka. Nokkru hafið upp á hann kostað, alltaf sé ekki svo. Og já, það væru samtals nokkri skildingar ef ég reiknaði það. Já, ég hefði það nú einhvers staðar hjá mér ógleymt. Fyrst uppeldið, þarnast meðgjum við honum í heimaskóla í 2 vetur. 10 krónur hvort ár, já, og 10 fjórðungasmjörs. Og hvað var hann lengi í skóla? Já, 4 vetur. Já, fyrir reglu sakir hef ég það allt uppskrifa, vona ég. En ekki að því að ég ætla að láta hann borga mér það aftur ef hann hallar sér á því. Að öðrum kosti skal að verða að borga mér hvern pening sem ég hef til að kosta. Já, hvað á hann að taka það rói? Blásir þetta fátækum maðurinn. En nú hún komin hingað þessi hlýðastelpa, hver veit maður kunna glepjast á henni? Ekki held ég að Þórarinn minn sé sá fárálingur að taka saman við mannestu sem jafn snauð og snauðar en hann. Verður hún lengi hér? Ég fram yfir sumarmálin held ég. Já, einmitt. Já, mér var satt ekkert hérverðan að þó var þeir svo að vera. Fyrst mestust til þess hlýðarskóli. Æjá, ég nú einu sinni svo varið að ég má ekki afsegja þeim það sem þau mælast til. Ég hef séð það fyrir að þið vil ekki gera þeim mikið til miska. Já, það hefur verið fremur hlýlegt milli mín og hlýðar fólksins. Ég sér í lagi Sigurðar mín svo mín, já. Mónsir Sigurður ætti dáindis kall. Hann geldur ætti reiðulega 10 og ljóstónnin í ull og 12 við öðrum góðum öðrum. Ítum offur í góðu lagi. Og það nú fleiri sem standi í skilum viður og hafið þá samt ekki í öðrum en sávegum að dekroða líðarfólkið. Ég hef aldrei getað skilið í þeirri vinna. Það stendur svo á því að ég verð að vita þau upp. Já, hver veit nema ég eða mínir einhvern tíma kunna geta haft einhvern tag af því þegar framlíða stundir. Hvernig þá, hvað eigið þið við? Ég segi ekki frá því núna, réttu mig glóðarkerri sýtti mín. Nú, þau eru vel efnuð. Í þeim með grunur á að Mónsir Sigurður lumi á nokkur skildingum. Og svo eiga þau þennan jarðarpart. Hama sjálflega hvað vera gæða jörðar með fortali. 5 ásauðar kúgildi og aðri landkostir eftir því. Vanhugsað alltaf ég af honum Sigurði minn að vera að halda í koti og þau hjónin tekin að eldast og lýjast. Já, þetta veit ég nú. Já, og barnlaus ljúfa. Barnlaus. Eiga enga erfingja nema bláskínandi fátæka útarfa sem ekkert hafa að gera með peningaða jarðir. Mér hefur dottið í hug að ef þið vil gæti það lánast að varluta drengjuna Sigga minn. Já. Og þess vegna heitir hann nú í höfuð á þeim Sigurð og Þórdís eins og við systir mig. Nú, en heitir hann ekki eftir Sigurði sæla afiðar og Þóru ömmiðar? Já,
Það getur verið að í fyrstu hafi verið svo til allt og allt. En ekki vita þau hlýðarhjón annað en að heiti í höfuð og þeim. Já, nú hef ég sagt þér hvernig öllu liggur. Það var þetta tvennt sem ég ætla að koma í kring áður en ég skil hér við. Að Sigurþór minn geti orðið annútandi reytana þar í Hlíð og að þú fáir viðurlega gifting sem ég álít vera ef Þórar mágur minn á þig. Já, ég rann þér þess vel fyrir langa og digga þjónustu. Jú, og franska, já. Nú ég þykist vita að þú reynir svona heldur að hæna hann að þér og þarf þér ekki ráð að kenna hvern þjón. Hvernig hann í viðmóti við þig? Rétti mig glóðakjörn, fyrstu mig. Hérna. Hann þurr. Jæja. Skelfilega þurr. Þú verður að viðra þig upp við hann. Í tem, það sömuleiðis. Komdu þér við hann Þórum á. Hann eins og aðrir. Glaðvær í rökkrunum. Ekki var samdráttur þegar Þórarins og Sigrúnar búin að standa lengi, áður en menn þar á heimilinu fóru að hafa það í flimtingum sín á milli að meiri kunnugleikar myndu vera með þeim en svo að ekkert byggi undir. Enda höfðu þau hér komið sögu játa hvort öðru ást sína. Jæja, það sýsti mig góð, leistu þá frá skjóðinni. Nú svo komið ég get ekki lengur hort á tilstandið eins og það er orðið hér á pressetrunum. Hvað er að heyra? Hvað áttu við? Og ég fæ ekki gersi eða kjössi allt í frið og spekt. Í frið og spekt, já, heyra á endi mig. Þér vitið ekkert að gríðkondu vita, smali vita, fjósamanni vita. Við vilt ekki gera nána grein fyrir merkingu þinna orða, sýsti mig góð. Já, við það, að annarkvort verður Hlíð á stelpana hypja sig á brottjáðan og það þegar í dag. Ætli að hýta ég fyrir af þessu heimili. Mikið talar þú, sýsti mín góð. Nú, hvað hefur Hlíðar stelpan gert fyrir sér? Ekki nema það að þau eru fann að draga sig saman. Hann Þórarinn og hún. Hvað segir þið, sýsti mín góð? Veistu nánar þetta? Ekki nema það allt fólki á bænum er farið að bugrum það, þá skilst mér vera nóg. Moldin ríkur ekki logninu, held ég. Rétti mér glóðakeri, sýsti mín góð. Der vil ég, systir, vita hvað jafn þetta mál. Og utgir mig að þau mér ekki lengi fá dulu, ef svo sem þú hermir. En þess tel ég alla von að Þórari muni segja þetta álega reynar nema ég megi nokkur gildari rök til færa. En síðan mun ég taka þau ráðar vald þykja og skal þá Sigrún heim fara. Og það heyrðu sýtti mig góð. Hann tutti þetta fram með. Það sýnist mér vera. Lokaðu ekki hurðina á eftir þegar það sýsti mig góð. Beitu nokkura skal hafa, segir ekki ritningin. Kasta þú brauði þín á vötnin og þú munt þá fá það tífalt aftur.
þarna nokkur? Ó já, það kvikindi. Og það þú, Hjálmar minn? Ó já, það greið en fyrsti. Má ég setja lapparskarnið hérna inn? Ó já, Hjálmar minn, hvað hér á höndum núna? Ó, það nú margt sem ég þarf að tala við yður, blessaður húsbóndi minn. Nú? Já, mér þykir nú ekki allt réttilega við mig breytt af sumum. Ég segi það eins og það Og hvað það, Hjálmar minn? Nú, það nú fyrst skófnapottinn. Ég man ekki betur en þér segðu enginn ætti að hafa hann nema ég þegar grautur gerður. Og því þykist ég eiga hann með öllum rétti og verða að lýsa þá þjófa að honum sem ræna mig pottinum. Já, það getur verið að ég hafi sagt einhver tíma að mér finnst sanngjarnt að þú fengir hann. Nú eða færð hann ekki, Hjálmar minn. Misbrestur ætla ég að verði á því. Ó, já, já. Má ég setja lapparskarnir inn fyrir hreppskjaldinn? Komdu allur inn fyrir, Hjálmar minn. Já, ég vildi mælast til þess að ég hlutuðist til það að ég fengi að halda skófnapottinum refja og afdráttarlaust. Ég hef nú í dagstæða 2 sólarhringa ekki séð svo mikið sem naglrótarstærð af skóf. Svo, já. Í fyrra kvöld var bjöftrippan Sigga búin að krafsa alla skófina úr honum, svo ekki var eftir nema baugarnir utan með, og í gær voru hundavargarnir búnir með alla lífstilveru úr honum. Þú verður að eiga það við ráðskonuna, Hjálmar minn, að fái skófnapotti reglulega. Já, það nú gott, prestur minn góður, eiga við hana ráðskonuna hérna, já. Ég ætla að það fari eins og skálina. Og það nú annað sem ég ætla að tala og ég megir ekki leiða hjá yður. Mér finnst eins og ég fara að herða á mér með mölunarverkið. Svo? Og já, hún nú sumsið tekin upp á því blessu ráðskonan yðar að láta skálina vera kúala. Já, ég vil fá að heyra það af yðar eigin munni hvað mikið á að berginni gípu þegar mér fenginum og hvort að á að sálga mér gjörsamlega. Já, eitthvað sýnist mér nú blessaður húsbóndinn hafa fallegt fyrir framan sig núna. Hvað það, Hjálmar? Já, blessaður presturinn sér þá ekki það sem ég sé. Ó nei, Hjálmar minn. Blessað kindarbrjóst. Ó, já, þá skil ég við hvað það var, já. Þið myndir dæmi þó þú fengir þá lítið bita. Og já, látið þér nú í lúkugreyin nú að sjá hvort lúkuskarnir takk ekki við því sem að rétt. Hérna hafið þið. Ó, guðlein þetta. En allt nú ónýtt nema blessaður húsbóndinn gerir nú góðverkið líka. Það skil ég ekki, Hjálmar minn. Ná, eitthvað minn nú blessaðan húsbóndan samt ráma í góðverkið. Já, nú hefur enginn gert góðverkið síðan blessa lambiðan Þórarinn seinast. Hvað áttu við, Hjálmar minn? Ná, blessaður húsbóndi minn geri öll við sálarskarnið og vökvi öll sálargreið og helli dropa á silfrið. Já. Þetta mun vera góðverki, Hjálmar minn. Ó, já, blessaður húsbóndi minn, já. Ó, guðlaug. Nú hýrnaði brjóstið. Já, nú kom velgjan fyrir brjóstið. Já, og það var líka herra í góðverkinu núna en daginn þegar hann Þórarinn lét í það. Því þá var það ekki nema hálft. En nú var það þó fullt. Eða nærri fullt. Þér víst vel til að Þórarins fyrir það, Hjálmar. Ó já, mér heldur hlýlegt við hann. Hann nú sá eini hérna á bænum. Já, fyrir utan yður. Sem ekki leggur illt til mín. Já. Ó já, en það getur nú ekki bannað þiski hérna að láta hann vera í friði, held ég.
Svo, já. Já, ég held að þér viti það blessaður húsbóndi minn hérna með hann og dúuna, nýkomnu dúuna með gullhárið og konubrjóstin. Nei, ekki hef ég nú heyrt það. Já, ég heyra þeir að stíga saman nefjum það hérna að honum þykir vænt dúuna og blessuð brjóstin á dúunni. Og hver þessi dúfa hjá hann? Æ, ég kalla hana nú svo dúuna þarna frá Hlíð. Ó, já, þá skil ég nú við hvað átt og heldur það sé þá satt. Ekki veit ég það. Nei. Já, nú ekki neitt í silfrinu. Nú, þig langar þá í svolítið meira. Jæja, kannski ég gerði hálft staup í þetta svinn hana. Eftir þín. Já, ég heyri það segir það hískið. Hefurðu nokkuð tíma séð dúfuna hjá hann? Já, lofiði mér nú blessaður prestur minna súpa úr silfrinu. Já, ég sé að dúfan kemur stundum á daginn undir rökkrið fram í bæjadyrnar og svo kemur einhver, og nefndur á eftir. Já, og hvað geraðu þar? Nú, ég ekki veit ég það. Ég held að dúurnar stígi svona saman nefjum og kvaki það saman. Og hvað talaðu, Hjálmar minn? Nú, það heyri ég ekki fyrir nuddin í meinvættinu. Svo fara dúurnar út. Og hvert heldur þær fari? Það get ég ekki vitað. Nema þá að ég hefði farið í humáttin á eftir þeim. Já, það ættur að gera. Já, svo þú vissir hvert þú færi. Já. Þú þarft ekki að en hósta þrisvar fyrir framan húsdýtta. Já. Já, en nú held ég sér rétt þú farir að mala. Svo getur verið búin með ætlunarverkið ekki hvað. Hvað verður þá úttalað skópnapottin? Því annað hvort á ég hann með réttu eða ekki og það getur þá reykjörð og rassakastast með hann eins og það vill. En ég vildi mælast til þess að ég hlutuðust til það að þið höfðu betri regla á þessu hér eftir. Já, ég skal minnast á það við ráðskonuna Hjálmar minn að þú fáir skópnapottin reglulega. En farðu nú að mala og myndast ég sagði ég. Já, nú kemur til strýta. Piltur var þar á bænum Finnur hét og var Bjarnason og vissi hann nokkuð gerr samdrátt þeirra Sigrúnar og Þórarins en aðrir menn. Tutti hyggst nú veiða upp úr honum hvar þau hittist, en Finnur honum slægari og segir honum að það gerist út í fjárhúsum. Tutti ber söguna beint í prest sem síðar gerði sér ferð út í fjárhús að kvöldlagi til að sitja fyrir þeim ef þau kæmi á stefnumótið. En verður fyrir því óhappi að torf var þar yfir hegi, hrundi yfir hann og lá hann þar lengi kaldur og ósalbjarga. Var hann rúmfastur lengi eftir. Látum okkur nú sjá. Annar sunnudagur eftir páska. Markus 17. Nei, hvað ég að svaðra? Guðspjalli skrifaði Jóhannes í 10. Já. Þá góði hirðir. Enginn kemur út í kirkju í dag. Það ég vissum. Satt mun betra. Fyrir vonar og vara að taka eitthvað til. Fara með í stólinn. Rækallinn skildi nú rekkaði á mig. Hér þá eftir Mauðu að garða Gresja. Og ekkert eftir nema skræðurnar sem ég fékk hjá honum séra Sveini heitnum. Tröllhafi, nú tópaki. Hvað? Á ég enga skræður sem þér þessu guðspjalli? Það verður þá eitthvað að vera hér. Það átti að vera hér heill árgangur. Það lága. Hér kemur hún.
ræða á annan sunnudag eftir páska. Óþarfalangt exordíum, en látum okkur sjá hvað leggjum við út af. Vér viljum því kæri bræður á þessu litla stundarkorni kortleika og eftir vonum brostfeldugum efnum yfir vega eftir þessa dags evangeli, prímó eða í fyrsta máta að við allir séu vankaði, rétt er nú það, nú sekundó, eða fyrir það annað, það hef ég nú í tef, að vér, hér er nú galla og gjöfn jarðar, vantar sem sé 2 eða 3 blöð aftan á ræðuraflinum og svo mun ég hafa fengið hana. Skaði er hvernig allt fúnað og skemmtist hjá honum kattsauðnum. Og fyrir þetta gaf ég honum 300 þorskhausar. Og bænina, en úr því verður nú betra að ráða, en hitt var verra. Já. En látum okkur nú sjá. Já. Hér getur verið amen eftir efninu. Já. Er ég fegin að sjá að þeir eru komin á ról eftir leguna bróðir minn. Hvernig í ósköpunum vildi þetta til? Sért til nokkurs kirkjufólks, já, svo Guðrún. Einhverjar 2 karlmannsræður eru að koma hérna neðan túnið. Já. Mér sýnist annar að líka meðhjálparanum. Já, hann er allt þetta þessu rölti kattólkurinn þó enginn komi. Ekki er meitt með honum. Nei, ekki sýnist mér það vera. Það kemur varla margt í þessari færð og nýafstæðinni páskarni. Það hefur nú fengið nokkuð að messum undanfarið, held ég. Já, þú vísar honum hingað inn með hjálparanum. Og hann mun rata vænti ég sjálfur vanur en því. Ég þurfti líka að spyrja þér að hvernig það gengi með þetta sem vorum að tala um daginn. Já, þú átt við á Þórarinn og Hlíðarheimasætuna. Já, ég hef nú ekki fengið neinar fullgildar sannanir samdrátt þeirra. En sögurnar þetta er orðið svo háværar að ég þykist ekki þurfa frekari sannanir við. Mikið var. Já, mér sýnist því það ráðfæst, eitthvað til þess að firra alla vandræðum, að hún hverfi heima Hlíð aftur. Og hafði ég hugsað mér nyrðunum Sigurði bónda samferða í dag ef hann kemur hingað til kirkju. Hvernig líst þér nú á þessa ráðatöf? Fyrst ég spyrji mig, bróðir minn, skal ég svara eins og mér býr í brjósti og sýnist mér hún allgóð. En þér skulu vita að sumir hafi gætið verið með hýrri há eða heilirinn að rifja síðan Hlíðartrippa var tekin hingað í vetur sem aldrei skildi verið hafa og séðu hvaða dálæti sumir hafa haft á henni. En ekki veit ég hvað sumir geta litið á hana til að sjá henni fegurðun og kostina sem ekki eiga verið á sumum. En ekki ætla ég mér að fara að ganga með grasið í skónum eftir neinu sem þykist þá góður fyrir mig. Tíminn og lagi vinnur, það systir mig góð. En þolinmæði verður það hafa. Já, þér sögðu svo árið þér munu hvað þið lofaði mér því fór til yðar og hvernig fór það og var þá lengra komið. Ertu róleg, systir mín góð. Það mun fara svo þetta flásnæða sem mælt að svo fyrnast áttist sem fundir. Enda skal ég búa svo hnútana að annarkvort skal Sigrún ekki vera hér í sveit að langdvölum eða þó hitt heldur að hún þurfi að giftast. Hér í sveit góð völ á vinnumönnum og kótkörlum sem eru við hennar hæfi. Ég segi það, bróðir minn, en alltaf fari ekki líkt árið. Það gerðu það nú fyrir mig, systir minn góð að vísa með hjálparanum minn. Já, hér það orðið lítið suma hluti.
Já, og þetta var nú bara í hana Mjónu. Já, ekki má ég vera svo lengi að það var ekkert í hana Alvíð. Þá víst að leita til pressins. Þó að sé nú líkast til ekki takktækur kall hólkurinn. Nei. Æ, nú held ég að komi til yðar kasta, prestur góður eftir gamlum vanda. Hún nú tóm, hún litla okkar hérna, hún tóbakshít. Ég var nú að biðja þér að greiða svoleganlega lítið fyrir greiðinu. Verst orðin tóbakslaus núna? Já, vita blábærlega tóbakslausaður áreiðanlegu sannleiki. Já, þú voru að bíða til morguns, ég held að sé ekki til skorjakellingunni. Já, ég léti mig þá linda þangað til hún búin að nugga eitthvað sundur. Ef ég hefði getað fengið eitthvað óskorið laufblað á meðan. Tekur þú upp í því líka? Já, nei. En ég stingi þá heldur svona óskorn upp í slóna á mér. Því ég hef þá heldur einhvern mannlegan frið. Já, eins það og fyrr í daginn, prestur góður. Dúfuna. Hvað þá? Dúfan flýgur út á kvöldin fyrir rökkrið og fuglinn á eftir henni. Já. Þú ert svo mikill bjáni í Hjálmar að þér ekki trúandi til eins. Það verður nú hver að vera eins og hann skapaður, held ég. En ekki ég svo heimskur að ég þekki ekki dúfuna. Já, ná, þetta verður að drauga að þetta kellingin er búin að skera. Það er nú sagt, Hjálmar minn, að biðja að hafa nú auga á hverjum fingri ef þú verður eitthvað á rötti hér í kvöld og láta mig vita eins fljótt og þú getur og þú skyldir sjá að Þóririnn fari inn til dúfunar. Hann mussast að til að kveðja hann áður nú þegar. Já, prestur minn, svei mér þá alla daga. Og láta mig vita undir eins. Já, ef ég geri það ekki, þá verður það því að ég er steindauður og skrokkurinn á mér kominn undir græna torfu, það er víst það. Heilir á allt, prestur minn góður. Ég á að minnast þess að konan mín óskar yður góðs. Sælir og blessaður, Grímur minn, sjaldan látið þér á yður standa. Mér ber prestur minn góður að minnast orða postulans. Hver embætti hefur, hann gæti þess. Það var ekki allir til minkun ef stæða með hjálparamyndinni. Komið þér einsamall, Móse Grímur. Nei, prestur góður, ég lét einna drengjónum mínum ganga með mér. Já, viljir ekki setja þig niður með hjálpari minn? Þökka mér á því. Ég vonað allt sé tilbúið í kirkjunni ef á þarf að halda, prestur góður. En ég held, prestur minn, að þér í dag megi segja okkur sóknarbarnin yðar eins og spámaðurinn Jeremías til hinnar hasnúnu kynslóðar Ísraels liðs. Húsið Ísraels gæti mér ekki, líka svo sem sú kvinna sem ekki sætir sínum unnustan lengur. Jæja, hér mun verða fátt áheyrendur orðsins í dag. Já, ég vænti þess að verði fátt kirkjufólk í dag. Ég hafði þú búist við að það hefði orðið messa. Og þér gerir þessu harla lítil skil með hjálpari minn. Það er þó ekki að því, prestur minn, að ég fyrirlíti gáfu drottins. Því Salomon segir, hóflega drukki vín, gleður mannsins hjarta. Já. En fyrst hér af örlætið að vilja svo vel gera, þá er mér þökk á að ég mætti kalla á drengi minn til að fá svo sem eins og hálfstauk. Það er sjálfsagt, það er ekki orðaverk. Og hver er sá sem meður er? Jú, það er sonur minn Egill. Já, og er hann kominn meður? Já. Mér er ekki vænt að sjá hann. Já, þér áttu með hjálparinn minn að láta hann undir eins koma inn meður. Já, þér vitið það.
meðhjálparinn minn að þér og allir yðar eru velkomnir í mínum húsum. Já. Sóma fólk, alltaf fólk. Hvað þóknast yfir prestur minn? Það var eftir, Grímur minn, látið piltinn koma inn. Já. Egill ekki komdu, presturinn þóknast að sjá þig. Já, heilsaðu presturinn, drengum minn. Já, gjörðu svo vel, Egill minn. Gjörðu svo vel. Já, mér sýnist meðhjálparinn minn að pilturinn sé hann nokkuð á bogna. Og þér verður að fara hægt að kalla hann lítinn. Ekki hann stór drengurinn, en hann er enginn afturkvæstingur. Heldur svona við sig og sínum aldrei. Hversu gamall ertu svona? Ég fæði meðhjálparinn var 19 vetra jólin í vetur. Já, svo má vera. Hann er frumburður sinna móður. Já, og allt mannvænlegt fólk sem af honum stendur. Jú. Fáir munu hér sveitið vera efnilegar á hans aldri. Held ég. Þetta er renglega en það prestur minn og óharna sem vonið til. En það er heldur ekki allt undir styrkleikanum komið. Því viskan er betri en styrkleikin. Og einn vitur sonur gleður sinn föður, en fávi sonur er móður sinna hreigð, segir Salomon. Og svo er Guði fyrir að þakka þau er ekki heimskrakkarnir mínir. Þetta er líka allt stýrlaus fólk í ættinni. Já. Meðhjálparinn, nú sé fjölda fólks á leið til kirkjuna. Já, látum að ganga í kirkju og breiða vastarinn. Og komdu með Egill litli. Það er jafn gott þó lítið eftir hvernig fyrir að því að breiða vastarinn. Já, og þeirra orsaka vegna verð ég að biðja lykilinn. Hann er að venju Grímur minn í glugganum. Á. Hann er hérna, það er mín á, ég ekki halda. Hann ber ég sjálfur, drengur minn. Þú ert of ungur og óráðinn til að fara með þann hlut. Séra Sigvaldi kemur því til leiðar að Sigurður bóndi ræður til sín Egil Grímsson sem vinnumann. Jafnframt fer hann fram á það við Sigurð að hann stuðli að ráðahag Sigrúnar og Egils. Síðar sama dag eftir messuna fer hann með Sigurð upp á loft og ber í hann brennivín í þeim tilgangi að fá hann til að selja sér hamarinn sem var eina fasteign þeirra Þórdísar og Sigurðar. Dregur hann fram kaupbréf til undirskriftar. Eins og yður líst, elsku faðirinn. Það er ekki að. Settu nú hérna, Sigurður minn. Já, ég er hérna, Grímur minn að gera út og kaupið við að Sigurður minn. Og sko lítið tár í staupinu, Grímur minn, ég gerði ykkur, og þér líka einn minn. Gerði ykkur gott að þess að meðan ég geng endarlega frá þessum kaupið við að Sigurður minn. Svo yður þóknast, elsku faðirinn. Skrifa þú nú hérna, Sigurður minn. Já, skrifa. Hérna, sko, já. Hérna. Nú, fannst skjálfurum og ég var víst að bera mig að hjálpa þér. Svona. Svona, já. Já. Þá er ég að byrja í yður. Grímur minn að koma næst. Skrifa hérna, sko. Já, hérna, sko. Já. Og svo þér Egill minn. Koma hérna og skrifa nafni hérna. Já, hérna, sko. Já, þetta var alveg ljómandi. Jæja, vinir mínir, þá getum við nú gengið til hvílu eftir gott og vel unnið dagsverk.
Ég sé ekki annað að verða að fara að vinda bráða að buga þessu bónorðum af hans nokkuð úr því að verða. Nú ímynda ég mér að við séum 2-1. Og hvað gerir ég þá, ha? Ég geng til hennar, öldungi sórhættur eins og hann faðir minn segir mér, grípum höndina á hún og segi, þú hefur fangað mitt hjarta, mín systir, með þínu auga. Já, svona var það, og síðan segi ég, huna seimur drýpur af þínum vörum, mín systir, og ilmur klæða þína í lípan og skotast tindabyggjaðinn á! Ég sæki þá ekki rétt vel að þér, Egill minn. Ég hefur þið meitt þig. Ó nei, húsmóðir góð, ég rak bara þýfuskömmin í mig, það var ekkert. Já, það fór betur en væri samt ekki réttar að leggja eitthvað við það. Nei, þess þarf ekki. Það fór eins og með grunaði Rúna mína. Sigvaldi prestur hefur allar klær út og nú hann sendt Þórarinn Má sem brott í dag einhverju erindagjörða. Skekinn að við kæmum til kirkju og vildu ná að tala á honum. Það var honum líkt. En hafðirðu talað honum Bjarna og Leitifóstrum? Já, ég hefði talað honum, en ekki hef ég samt borðið berindið að svo komnu. En hann lofaði að koma til fundar við mig hérna í dag eftir messuna. Sæl og blessuð Þórdís mín. Og hver er þessi stúlka mér? Sýnist ég kannast við hana? Þetta er Sigrún fóstra mín. Sigrún Þorsteinsdóttir, já. Já, vel líst mér á þessa stúlku og stillilega. Erindi mitt við þið, Bjarni minn, vann og einmitt þessi stúlka. Ég ætlaði að biðja að taka hana með til geymslum tíma. Nú, ertu að gera gamnið þínu, Þórdís mín. Enda held ég tækist það ekki á hendur að passa hvern mann. Það er hlutur sem er vandgeymdur og brotættur. Og ekki ætlaði ég að bendlaði við neinn vandræð en svo ég tali spauglaust. Það væri þessu þannig varið að ég þarf að koma henni burt frá hlýðum tíma. Sökum þess að það er eitt sá maður sem ég vil ekki hún sé saman við. En hann heitir Egill Grímsson. Egill Grímsson, segirðu? Já, þekki ég þann mann að sjón. Já, ég tala hispurslaust að ég tala. Ég skil að þú hrættum hann vilji í fíblana. Ó, ekki er ég hrætt að verða ginningar fíbli Egills. En ég óttast að öfundamenn hennar kynna ljósta því upp sem ætti verðinni til neysu. Ef hún er samtímis þeim manni sem allir viss að fóra hlýði í þeim vændum hann á henni. Já, ég sé þér gengur stór nauðsyn til þessarar bænar, heillin góð. Þetta er fyrsta bænin sem þú biður mig. Láttu stúlkuna koma. Ekki skal ég henni illt gera en láta verður hún sér linda þó kotungslegur verði viðurgerningurinn því svo verður að búa sem á bæjar títt. Hún verður að kotra sig þetta niður í komentunni hjá henni Þórunni systur minni. En ekki á ég þess vonað Egill tróði mig oft tær því einhver vinir eru við Grímur faðir hans. Ástar þakkir fyrir, Bjarni minn. Ég vissi mér var óhætt að leita til þín þetta mál. Og engar þakkir vil ég hafa en láttu stúlkuna koma þegar þú vilt og verði nú sælar. Vertu nú sæll. Já, ég þóttist viti, ég ætti Hauk í horni þar sem Bjarni er. Sælardömmu mínar. Nei, hvað er þetta ekki Þórdís? Sæll vertu, Hallvarður minn, nú ber vel í veiði. Ég þarf að biðja þig ofur lítill að bóna. Þú vildi 10, gæskan. Þú býður mín þá heima við bæinn, Rúna mín. Já, en það nokkuð vantala við að sér að Sigvalda. Ég ætlaði að biðja því Hallvarður minn að koma þessu bréfi til hans Þórarins hérna. Til hans Þórarins? Já, alveg Guð er kominn, ska minn, Guð er kominn. Egill biður nú Sigrúnu að giftast sér en hún hendir gaman að og verður ekki af þeim ráðahag. Hallvarður Hallsson hittir Sigvalda prest að Húsabaki og biður hann að gera sér þá þénustu að taka við bréfinu sem Þórdís húsfreyja bað hann að koma til Þórarins. Tekur prestur við bréfinu og segist gjarnan vilja koma því áleiðis. Vel eðla stúdíósus Þórarinn Kristjánsson stað. Og ef ég þetta rétt, þá er þetta höndunum og Þórdísar minnar í hlýð. Það gildir einu. Og ég lesi bréfið fyrst Þórarinn Máur er ekki heima. Ekki er að vita nema þetta varði mál sem enga býð þolir. Innilega er ég yður þakkandi. Svo er komið að Sigrún hefur engan frið fyrir áleitni Egils Grímssonar.
hann henni mjög ógeðfeldur í alla staði. Því samantekja ráð okkar að og hverfi héðan af heimilinu þar til vistatími hans útrunnir til Bjarna á Leiti. Ég skuldbundin vinkona Þórdís Bjarnadóttir. Heldur báborin réttvítunni hjá henni Þórdísi minni. Ég veit ekki nema Þórarinn mágur jafnmeðlæsur og skýr og hann kunna fyrtast fyrir slíka tilskrift og væri nú ekki nema velgjörningur og ég leiðrétti svona helstu stórvillunar. Góðan daginn, séra Sigvaldi. Hvað með ætisælar, Þórdís mín? Má ég tala við nokkur orð, prestur minn? Já. Það var út af blaðsneipu sem ég held að hafa óvart komist í yðar hendur. Blað? Ég skildi vel hvað ég við, Þórdís mín? Já, Sigurður bóndi minn beiti mig að taka þetta blað sem var vist hérna eftir þegar hann kom hérna seinast. Það ekki verið að flækist við það. Hvernig stendur á því? Það hljóta misminna það hann hafi skilið eftir ekki nokkur bréf? Já, nema það sem við vissum báði, kaupbréfið okkar fyrir koturinn. Nei, hann ávist ekki við það. Já, það getur verið að þér kallið það kaupbréf. Ég ekki að segja þér heilum góð. Þér vitið ef þið vill ekki eins og það en það reglulegt kaupbréf með nafni Sigurðar Mísundur og innsigli í þeim tveggja viðverandi kaupvotta. Já, hann gerði það frjáls og óneyddur að selja með koti. Ekki veit ég hvort það undirskrifað að fáum eða mörgum. En hvort heldur sem nú þá ætlum við hjónin og að biðja þér að skila aftur bréfinu. Við höfum svo lengi átt hamar við ætlum okkur ekki að farga honum meðan við þurfum þess ekki með. Verðir ekki að gamniður, Þórdís mín. Ég get ekki verið að gera það ónýtt sem búið að gera vottanlegt og skriflegt. Og það ekki sem höfuból síðan hamar. Það túnskíkina sem teljandi koti nýður nýtt og úr sér gengið á allalundir. Nú ef jarðarskinnið svo ónýtt og einskisvert sem þið segir, prestur minn, þá heldur ekki eftir mikla slægjast. Annað mál það, þó mér verði eitthvað kotunu. Nú en að öðru leyti veit ég ekki hvað ég kynna að gera fyrir vild og vináttu ef þið sæju svo mikið eftir kotið þessu. Já, hver veit nefn ég selja ykkur kotið aftur fyrir það verð sem okkur semur og ég sæju mig skaðlausan af. Fyrst ég nú fann að tala eins og mér býr í brjósti, þá skuluð þér vita það, prestur minn, að ég tel það enga sölu þó þér hafi tælt Sigurð bónda minn til að setja eða láta setja nafn sitt á skjal þar sem þér kalli kaupbréf. Og það skuluð þér vita fyrir fullt og fast að blaðsneipuna vil ég fá til þess að rífa hann í sundur. Bóndi minn þarf þá ekki að hafa minkun að ég hafa látið gera sig óvita. Og þér ekki, prestur minn, á því að hafa auðgast af annar að fávisku. Fjarri fer því að ég kalli Sigurð minn í hlýð óvita og hygg ég að flestir muni halda það að hann sé fjárins ráðandi. En hafa hann ekki verið rétt gáður þegar hann sendi mér kotið, þá bar mér ekki að sjá fyrir því. Stuttumáli Þórdís mín ekki læti kaupbréfið að hendi. Og ef Guð lofar ber ég mig að dragna suður og þinglýsa kaupin. En alla skilmála mun ég halda og borga yður og erfindu það sem áskilið Það mun fara svo okkar viðskipti, prestur minn, sem drottni þóknast. En fari svo að þér berið sigur úr þessum málum og þeir vélið af okkur jörðina, þá bið ég yður að njóta hennar eins og þeir hafið aflað. En óheimild að mann lýsi yður fyrr og síðar að hverri þúfi Hamarslandi sem þið regnið yður. Og það skuluð þér vita að kaupbréfið sem þér kallið svo, tek ég hvenar sem ég næði og með hvaða brögðum sem ég get. Því trúi ég dáver eftir því sem yður hafa farist orð. En það líklegt að svo vil ég til að það verði geymt. Það líklegt að þeir þurfa að fela sem stela. Farið alla tíma vel, Þórdís mín. Ég óskuðu góðs og manninum yðar. Ég óska yður einskis. Ég óskuðu hvorki góðs né ills. Og það þá ekki annað að gera ef hún lætur sig ekki málsókn. Og
En nú að snúa sér áður á Þórarni mínum og ráða hans málefnum gæfusamlega til lykta. Séra Sigvaldi yfirfer nú bréfið og hagræðir eftir sínu höfði, en segir jafnframt Tudda að Sigrúnu sé Egill ekki með öllu ógeðfelldur og það sem meira að hún sé ekki einsömul og sé Egill valdur að. Hann veit sem að Tuddi ekki þagmælskan sjálf. Prestur enn staðráðinn í því að Þórarinn skuli ganga að eiga Guðrúnu bróðurdóttur sína. Nú þarna eftir þá systir mín góð. Svo mál með vexti að ég vil að þú lítir eftir nærfötum og klæðum Þórarins málsmís og hafa þau reyn og reiðum höndum hvenær sem til þarf að taka. Hverju sætir það inni mig slíkt? Þér eruð ekki vanur bróðishella hlutast til þjónustu bara karlmanna. Satt er það, en því aðeins hlutast ég til þetta mál að mér þykir miklu varða að allt verði greiðlegt afgreiðslu á fötum Þórarins. Því nú það skjótast að segja að ekki mun vera hans hérðana verða hér til langt fram stund og þykir mér líklegt að fara eftir fáa daga. Þetta þykir mér bera nokkuð skjótan að. Og ekki yfir Þórarinn minnst á það hann ekki til burtferðar. Nei, ef satt skal segja þá veit hann sjálfur ekkert þessa ráðagerð. En ég hygg að þess verði ekki látt að bíða, svo muni skipast hægjast og honum muni þykja sá kostur vænstur að hverfa hérna hríð. Eða finnst hér það ekki rálegast? Svo nú komið að ég mun láta mig það litlu varða hvert á landan fer. Ég held að sé einhverju sem þurfa frekar og trjáunum að halda að strjúka sér með augunni ég. Hertu pugan, systir mín góð. Ég lofa þeirri 20 vetur að Þórarinn máist ég eiga þau og ég stend við það lofað. Ég hef nú komið ár minni svo fyrir borð, bæði með því að vista eiginlega líf og fleira. Já, og fleira, systir mín góð, sem framun kom á sínum tíma. Að Þórarinn mun ekki þykja fýsilegt að halda áfram uppteklum hætti og mun að verða Sigrúnu afhugað. Já, ég segi ekki meira. Nei, ég segi ekki meira. En þó hann ekki vilji Sigrúnu, þá þú með öll óvíst að vilji mig fyrir því. Ég hef ráð undir yfir hverju og get sett honum þá kosti sem að verður við að una. Annars skal hann fá að borga mér hvern pening sem ég hef til að kosta. Og það ekki lítið. Mér sýnist það sængja. Já. Og ég vona þér herðu svo aðvarum og lausn fáist á þessu máli. Því það ekki gaman, síður svo, að standi þessari baráttu synd og heilagt. Allt gott á endurinn allra bestur verður, segir máltæki. Og farðu nú að líta eftir nærfötum og klæðum Þórarins málsmís. Nú þarna þú þá Þórarinn mágur. Já, mig hefði langað til að spjalla við þig fáein orði einslega ef þú mátt vera að. Það velkomin mágur. Já, svo mál með vexti að það eitt sem ég á vantala við þig. Þú veist, mágur, að mér hefur alltaf þótt vægt þig og mjög svo andið nú ekki öllu síður að þú hefði verið sonur minn. Og það sem ég sá nú að þú varst meira hneigður til bókarinnar en búskaparins, já, þá braust ég í það að koma til læringar. Sem vonlegt var, kostaði það trúanskilding. Já, ég tel það ekki eftir, nei, ég tel það ekki eftir, nei, það koma góðu, já, nú, ég hef þó einhvern veginn látið þér ráða í að svo litla mönnun sem ég hef haft fyrir velfartandinni væri ekki alveg á enda. Og því þetta mér nú í huga spyrja þig, bróður góður, hvað hugsar nú fyrir þér framvegis? Já, ég hef nú lítið hugsað fyrir því ennþá, en helst hefði ég hugsað mér að taka pressvígslu. Já, vel líka mér það þá, Rauðmágur, vel líka mér það. Og hverju mundur þú svara ef ég býði þér að kosta þig utan þar til þú hefur lokið prófi og að þú verður svo kappilan hjá mér með þolanlegum kostum þegar þú kemur heim aftur?
Ég myndi svara því að mér þætti vandi velboðinu að neita, en hverju myndu kostirnir verða? Viðunarlegir, ekki annað að tala. Já, sjálfsagt þriðjungur af öllum föstum tekjum, hálf ekstraverk og stafurinn hálfur. Og líklega allur bráðum með ofanálagi sem okkur semur. Og þá þess vill ekki láta bíða að ég segja af mér. Sko, ef ég sægi við herturleik að þú gætir fengið brauðið. Já, kallar þetta nú ekki bærilega kosti, mágur? Já, þessa kosti kalla ég góða ef ekki fylgja nein skilyrði önnur. Sjálfsagt skilyrði að vera með hlýðin og eftirlátur. Eða myndirðu kalla það ókosti þó að ég leti konuna fyrir því fylgja með. Ekki myndi það meg að teljast með ókostum ef við hefðu þá fram að bjóða sem ég geti fellt mig við að eiga. Ekki skal ég ráða þig til annars kvámfóms en þess sem ég álítir vel sæmandi. Og því ekki að leyna svo framalega sem þú vilt mínum ráðum fylgja, þá hef ég ætlað þér Guðrúnu Frankonu. Já, hún áreiðanleg konefni, völ, búsýslu, roskin og ráðin. Og með föðurarfur hennar ekki á mér og honum svara ég út. Er það þá skilyrði að ég í hana? Að vísu það skilmáli. En ég ætla að hann sé því aðeins settur að ég sé að það þér sjálfum best. Ekki þarf þá þetta mál lengur að ræða. Það eru fljótt af að segja að aldrei á ég Guðrúnu. Ekki svo sem ég veit ekki, þetta áður verið viljiðar að binda mig þar við borð, en það er vel að ég segi þér þetta nú einu sinni í alvöru. Mikið tekur þú af, Þórarinn mín. Sestu niður aftur, mágur, og tölum þetta betur. Svo heitt í þér blóðið stundum að þú gætir þín ekki nú, en þegar þú stillist, þá ertu þó svo heittinn að þú sér hvað ráð og hvað óráð. Og óráð telja það vera að hafna sæmilegum boðum þeirra sem vilja þér vel. Þau boð eru bannvæn, ég geng aldrei að þeim. Já, rétta nú það, mágur, rétta nú það. Já, ég var nær búinn að gleyma því. Hérna bréf til þín, mágur. Gjörðu svo vel. Vel eðla herra Stúdíósus. Innilegar yður þakkandi fyrir vinsemiðar og seinustu samfundum í sumar. Sömuleiðis fyrir yðar mikið þægilegu tilskrif. Þar næst vil ég láta yður vita, þó mér finnist ég ekki eiga hægt með það, að hér á heimili hefur orðið svo breyting sem ég ekki ímyndaði mér þegar við sáum seinast að mundi upp koma. En ég álít að skyldu mín að láta yður vita, þar ég einu sinni varð áskynja fyrirætlun yðar með Sigrúnu Þorsteinsdóttur, sem hjá okkur hefur verið, að ég býst ekki við að hún hafi gæfu til þess sem einu sinni var af ykkur talað. Kringumstæðurnar hafa lagað svoleiðis að það orðið augljós sem ég vissi ekki þá. Hún ólánsamar en svo hróið. Líklegast verður hún hjá mér næsta ár, því ekki geti fengið að mér að reka hana út á klakan svona á sig komna. Og í ráðagerð að Egill Grímsson, sem hér hefur verið í sumar og aldrei skyldi verið hafa, verði hér áfram. Þórdís Bjarnadóttir. Hvað ósköp ertu dapur, Þórarinn bróðir? Hefur nokkuð borið fyrir þig? Ekki það nú mikið né stórkostlegt, systir góð. Ég vona þó þú sért ekki að láta fá á þig þessar kviksögur Sigrúnu og Egil. Því nú veru miður að þær eru sannar. Ekki hélt þú væri sá einfeldningu, Þórarinn bróðir, að leggja trúna á það sem fólki að hvísla hér í sveitinni. Og allra síst hana Sigrúnu. Ég held þessi engin vorkunn að vita hvernig hún innrætt stúlkan sú. Eða nú allt það traust horfið sem hún bæst til hennar. Þú veist að systir mín, ég hef unnað Sigrúnu svo öndin í brjósti mér. Við heldur aldrei trúað því einhver annar hefur sagt mér þann. Ég hafa bátt mig ímynda mér að Þórdís fósturna hefði farið að skrifa mér þetta nema það væri satt. Hefur Þórdís skrifað í bréfið þetta? Já. Hérna, lestu sjálf, systir mín.
Já. Þórdís svo væn kona og sannsuguleg, ég get ekki hugsað mér hún seti nokkurn hann stafa á blað sem ekki sannleikanum samkvæmur. En óvænt kemur mér þetta af því ég þekki Sigrúnu. Þykist ég vita að meir sem að kenna ógæfennar en illu innræti og mátt þú ekki dæmana hart, bróði minn. Gerði fyrir því ég vilji dæmana. Ráðlega slýst mér að ég hverfi hérna burt eins fljótt og auðið er. Þetta má ég hugsa til að vera návistum við Sigrúnu eftir þetta. Heyrðu mig, heitling góð. Ég þarf að tala einslega við hann Þórarinn Má. Við tölum þá saman seinna. Mágur sæll. Ekki veit ég að þú hafi hugsaði betur þetta sem við vorum að tala áðan. Já, það betra að yfirvega og ígrunda með stillingu en að hafna góðu boði í reiði. Það ekki til neins að tala það við mig aftur. Mundirðu þá heldur taka boði mínum ef ég býði þér Sigrúnu Þorsteinsdóttir fyrir hjákonu og það með að við gerðum upp reikning okkar í góðu tómi. Ekki þurfið þér mágur minn að minna mig á Sigrúnu. Allt það meinlaust að minni hendi. Og þar sem þér nú talið reikning okkar, þá ég þess allfús að þér verið gerður upp sem glöggastir. Og vita skulu þér það að ég mun nokkra vitneskju af hafa hvort þér hafi með öllu gefið mér uppeldi mitt. Og engum sæti ég afar kostum fyrir þær sakir. Til þess mun þá hætt verða Þórarinn minn að gera þá sá glögga sem á. Ef ekki skipast á aðra leið. Ekki ræði nú meir þetta og fara viðskipta okkar hér eftir sem málavextir eru til. Ef ég mann rétt föðurarfur minn yðar vörslumágur. Já, það sem eftir Og ég mann ekki betur en það séu þó nokkur hundruð í jörðu og eitthvað smá í þessu lausaféð, ekki svo? Það var það, góði mágur, það var það. En þetta nú bráðum upp getið og hefur farið að mestu í tilkostnað við læringa þínar í þeim önnur útgjöld við uppeldið. Mér heyrðist ekki betur en þér sögðu áðan hefur sjálfur kostað mig til náms. Miklu leyti, mágur, að miklu leyti, en tilkostnaðurinn hefur nú verið bæði stór og mikill. Og mun það allt verða gert upp á sínum tíma. Þá heimta ég, Sigvaldi mágur, að okkar reikninga verður gerður upp hið bráðasta. Og segður þar með að séu reikningarnir ekki með feldu, eða þér hafi mig afskiptan nokkurt skilding, þá mun ég ekki hlífast við málsókn á hendur yður, þó þið séu mágur minn. Til þess mun þá ekki þurfa að koma, Þórarinn mágur, og mun ég borga þér skilvíslega allt sem þú átt. Já, en ekki meira. Þetta vil ég segja skilnaði. Það mun enginn gera svo djarfur að segja yður, prestinn, að þeir hafi rakið máiðra landi burt. Þeir hafa komið áreiða betur fyrir borðin svo að það vitnist. En verið þér viss það, mágur, að það kemur að skulda dögunum, og það þó síðar verði. Þórarinn fer nú á landi brott og dvelst við nám í Kaupmannahöfn í nokkur ár. Líður nú alllangur tími. Sæl vertu dúan? Nei, komdu sæll, Hallvarður. Hvaðan ber þið að? Nú, ég nú svona slangur sveitir með prestunum. Það þykir svo sem ekki geta alveg verið, blessaður klerkunni. Sér að Sigvaldi hérna. Það vona á honum. Hann mátti ekki vera að því að koma við á Hamri og vísitera og skoða áðalið sitt úr því hann á aðra spýtum að koma á þessar slóðir. Og baða mig að býða sig hér á meðan. Endur þú Guðrún og Egill í fylgd með hann líka. Heilug þrenning. Er nokkuð að frétta? Ný, skattakotin, ekkert að frétta. Er nokkuð... Hafið þið frétt nokkuð nýlega má ég hans hér að Sigvalda honum Þórarni? Ó nei, og það hefur nú ríktast að því að vinskapurinn milli þeirra máana sé ekki upp á það marga fiska að sé að spandir í bréfaskriftu sín á milli. Og þó sértir þess ekki sín og madama Steinundó. Þó heyrði ég það aftur eftir stúlku sem þénaði í vetur hjá henni madama Sívertsen í Hólakoti að maður sem kom þar í húsi hefði heyrt fakturinn hjá Jensen segja það eftir koffort í kaftinni sem kom til Reykjavíkur í vor að hann hefði átt að sjá Þórarinn í Kaupmannahöfn og væri hann nýbúinn að taka prófið láði og hefði nú embætti hér heima en hvað hægt er í svona sögum Hallvarður. Já, sælvartu, já, komdu blessaður. Já, ég var búinn að fregna það að þú væri hér að hjálpa fóstrunum við brottflutningin. Segðu mér... Já, ekki veit ég hvernig fóstra mín hefði farið að þeim að Finnur hefði ekki komið okkur til hjálpar. Þetta er vesti vitast. Gjörðu svo gátt í bæinn, Hallvarður. Já, þakka þig kærlega fyrir. Já, veistu, það verður búin að vera þessu þæringi sem upp þér enn, þannig í morgun hvort fyrir ekki.
Góðan daginn. Sæll vertu. Nei, Finnur, komdu sæll, gott að sjá þig aftur. Hver? Er það Þórarinn? Það rétt það. Heill og sæll Þórarinn og velkomin til landsins. Þú ert sannarlega óvæntur gestur hér. Já, og kemur svo að segja beint að Skipsfjöll. Því að hér hefur hugur minn verið alla tíð. Já, það skil ég vel. Þú getur sagt mér fréttirnar hérna úr sveitinni. Síðasta orðsendingi sem mér barst að heiman var fregnun lát systur minnar. Þá gerast nú stórviðburði hér í sveit. Sigrún Þorsteinsdóttir enn til heimilis hér í Hlíð? Já, hún hér enn. Ógefin hjá fóstru sinni. Ógefin? Egill, hvað með hann? Egill, það nú saga að segja hann. Þú brást sér að Sigvalda svo nýllilega og hafnar Guðrúnu frænkans, að hann heldur hann ekki komið í óefni fyrir Klerki. Því hann varð að standa við lofvort sitt útveginni mann. Og Egill var við svo eini sem var nógu heimskur til að gína við flugunni. En Guðrún var víst ekkert meira svo hrifin af mannseflunum. En hvað það, mann varð hún að fá áður og heyrðum seinan. Hvernig víkur þessu við? Mér var sagt að fortakslaust að Sigrún væri með barni og Egill væri... Það allt lygi frá rótum. Og þeir sem best óttust vita mundu síðar mér eftir því að séra Sigvaldi hafði sagt tíðindin fyrstur manna. Og haftu eftir öðrum, auðvitað. Séra Sigvaldi. En ekki skil ég enn hvað Þórdís hefur gengið til að spilla mér við Sigrúnu. Hvað segirðu mér af Sigvalda Mái? Og hann mun tekinn eldast kallinn og mestur hættur að gegna presturum. Hefur haft 3 kapilána í röð en engi hefur tollað hjá honum vegna skammarlegar meðferðar og smánarlauna. Og nú fær hann engan. Það er nú svo. Hvað þig sjálfan? Ertu hér í vinnumennsku hjá Sigurði bónda? Nei, hann nú látin. Látin? Já, hann lést á síðustlunu sumri eftir langa vanheilsu. En nú hefur séra Sigvaldi byggt Þórdís út hlíðina og ég hér aðstofana fyrir brottferðina. Er Þórdís að flytja hérna? Já, á morgun flytjast þær fóstrur báðar í húsmennsku hér í næstu sveit. Og svona komið samskiptum Þórdísar og séra Sigvalda. Vildur þú spretta af hestinum fyrir mig, Finnur? Já, það skal ég gera. Finnur, vildur þú hjálpa mér að setja niður í... Sigrún, þekkirðu mig ekki? Þórarinn, ert þú kominn hingað? Já, eftir öll þessi ár. Eftir öll þessi löngu ár? Ég er kominn... Til mín? Til þín. Elsku Sigrún mín, allra fyrst verð ég að spyrja þig hvort þú getur fyrirgefið mér að ég skildi trúa betur illgirni og ró í annar en einlægnin í augum þínum. Segð ekki meira. Þú ert komin aftur og það eitt skiptir máli. Þegar ég lagði af stað hingað heim, það var það með þeim einlæga ásetningi að finna þig og vinna þig aftur ef þú værir ógefin. Þú þarft ekki að vinna mig aftur, Þórarinn. Ég hef alltaf beðið þess og vita og myndu koma aftur og þess vegna hef ég aldrei mist kjarkinn. Sýnir mér meira traust en ég fær nokkuð tíman verðskuldað. Við skulum gleyma þessu. Góðan daginn, Þórdís húsfreyja. Hver er maðurinn? Þekkið þið mig ekki? Ó nei, ekki kannast ég nú við yður en mér er nú farin að förla sín. Þórarinn heiti ég. Þórarinn. Svo þér eru þá komin aftur. Og hingað, heima að Hlíð. Já, allra fyrst kem ég hingað að Hlíð þegar erindi að finna Sigrúnu fóstruðar. Já, ég geti trúað að því ættuð margt vantalað eftir langan aðskilnað. Og þó að mínar hugsanir í yðar garð hafi oft verið biskjublannar vegna þess að þeir höfðu ráð illra mannað meiru heldur en ást góðrar stúlku. Þá er Sigrún aldrei hugsað til þar öðruvísna hlýju og ástsemi. Þið segið að ég hef farið að landi fyrir ráð illra manna, en það var að miklu leyti fyrir yðar tilverknað að ég fór. Nei, nú skil ég ekki. Munið þá ekki eftir bréfinu sem þið skrifuðu mér skömmu áður en ég fór? Jú. Þar sagði ég þér frá þeirri ráðagerð minni að koma Sigrúnu burt frá Hlíð undan ásælni Egils Grímssonar. Nei, var það svo orðað í bréfinu? Þetta er ekki mín hönd. Þetta hef ég aldrei skrifað, Þórarinn. Ég skrifaði aðeins þá fyrirætlan mína að biðja hann Bjarna á leiti fyrir Sigrúnu uns vistartími Egils væri útrunnin. Því hann var henni til ótrúlegra leiðinda og auk þess mannorð hennar hætta búin eins og síðar kom í ljós. Ég bað hann Hallvarð vinnumann fyrir bréfið og vart trúi að hann hafi falsað það enda hafði hann ekkert á því að græða.
Það vill nú svo til að Hallvarður staddur hér og þykir mér þá rétt að leita skýringa hjá honum. Sigrún mín, viltu biðja hann Hallvarð að finna mig hingað út ef hann hefur lokið við að matast? Já, húsfrú mín. Sá sem fekk mér bréf var Sigvaldi mágur minn og ég fyrir mitt leiki þykist ekki þrá efa hver valdur að þessu verki. Séra Sigvaldi. Löngum hefur hann reynst mér og mínum óheilla ríkur. Og enn nú svo komið og þykir mér rétt að segja það nú að séra Sigvaldi hefur í einstæðinskap mínum vélað af mér allt sem ég átti. Ástafakkur í mati, húsið góð ástafakkur. Ekkert að þakka, Hallvarður minn. Manst þú eftir því að ég baði fyrir nokkrum árum heim á staði fyrir bréf sem ég baði að færa honum Þórarni? Þórarinn? Nei, komið þið sælir og verið ætíð velkomin heim. Já, hérna hér. Já, sér ég á bréf, já. Var það stórt ferkanta með grænu signetið? Ekki man ég það nú gjörlinn, það var nokkrum dögum áður en að Þórarinn fór utan. Heyrðu, það var daginn sem ég var að forlýsta mig með honum Agli. Já, ég maður það upp á putt og breyk alveg. Jú, sko, það var nefnilega þannig að ég var að hjálpa stráknum með einhverja tilfæringa sem ég átti og bað þess vegna prestin að umsorga bréfið. Já, einmitt það. Já, ég hélt sem sé að það var ekki völ á tilfólatanlegru manni en sjálfum guðsmanni. Var þetta bréfið? Láttu mig sjá, góði, láttu mig sjá. Nei, ekki vilja nú meina að þetta hafi verið bréfið. Það voru ekki þessar krússidúllur á því og svo var stærðar blekhessa hérna í vinstra horninu sem ekki fyrirfinnst á þessu bréfi. Nei, ég held að þetta hafi ekki verið bréfið, það held ég ekki. Það getur þá tæplega leikið á 2 tungum það hver valdur að bréfaskiptunum. Ég tel fullvíst að það hafi verið máriðar. Nei, þið haldið þó ekki að þið forfalsa bréfið, það? Nei, já, ég maður það núna, Þórdís. Ég gleymdi víst að segja þér að hann undir vegs hingað, þurfti rétt aðeins að stinga við á hamra á leiðinni. Það er ekki oft sem prestur sýnir mér þann sóma að sækja mig heim. Þórarinn minn, ég veit að það er Guðs hönd sem hefur leitt yfir hingað á þessari stund og vildi ég nú mega fá að sýna yfir öll gögn í málum press og mínum og fá að þykja þær góður að. Auðsótt það, Þórdís mín, að svo miklu leyti sem liðversla mín getur orðið yður í hag þá stendur hún yður til boða. Göngum þá inn, börnin mín. Ég þykist fullviss um að Þórarni veit ekki að þykja einhverjar góðgerðir. Jæja, svo Tóti kominn. Hallvarður. Nei, hvað blessaður? Sjáðu þessa. Æjæja. Fáðu þér eitt vinur, þú átt að mér, Hallvarður minn, að ég gefi þér einu sinni meðan í vín. Mikið stakur sofa maður eftir alltaf elskan mín skál. Já, heyrðu Hallvarður, gerðu þess að fyrir mig, láttu kona mína sem ekki komast að þessu. Nóg skætingin sagt, Hallvarður minn. Kemst ekki neinu, hérna fá þú þér eitt, góður. Svona ég... Já, góði. Þú ert á hérna út á þitt og ert að drekka brennivín með vinnumannsreglunum. Ekki nema það þá. Skiptir það þig nokkru máli? Guð minn góður að vera gift þessari mannleysu. Þessum líka endi með srefli. Ekki nóg með það þú skilur mig konu einn eftir aleina út á Víðavangi. Þú ert hjá þessu mig. Nei, ég má flækjast hvert ég vil. Bara ef að þú hefur þína hendi til mig. Ekki nóg með það sem... Svo hitti ég þig hér heim á hlaði. Blindöskuð þreifandi fulla. Og skammast þín ekki. Nei, storkar mér og stendur beint fyrir framan mig með brennivínsflöskunni í lúkunni. Heldur þú sjá hann ekki þú reynir að fela hana? Fáðu mér flöskuna. Nei. Fáðu mér flöskuna, segi ég skal mölbrjóta hana. Hann Hallvarður á hana, hann Hallvarður á hana. Já, öllum ekki að það ég sem á flöskuna. Ert að þú, Hallvarður, órækstinn sem ert að gefa manninu mínu vín? Hvað varður hann Hallvarður þetta, ha? Þegið þú, Egill. Þú getur haldið upptöknum hætti og svífirt konum í orðum og verkum. En ég ætla ekki að láta bjóða mér það lengur á svona kumpáni eins og þú. Sem ert komin að sveitalimum og sauðaþjóful áttur mig eftir. Vánaðu forfæði mína! Ég þátti bjóða mér svona orðbragð í viðuvist annara. Ég segi ekki nema það að svona mannleysur eins og þú eiga heima á Brimmarhólmi og hvergi annars staðar. Það sé
sýnir sig gagnið að Guðsónafleipurinn föðurins. Hann ætti að rausa með einu Sýrak og Salomon Karlófskur. Þegiðum að föðunni, Guðrún, þegiðum að... Hann er ekki betri en þú, þið eru á sama sauðahúsinu báðir. En hvað er þú, ha? Þú ert ekki annað en skepna sem hefur alltaf verið á mannavegum og aldrei náði nokkurt kvikindi fyrir ég glæftist á þér. Hvað segir þú, ótækið? Ætlar að éta þetta ofan í þig? Eða á ég að reka það öfugt ofan í þig? Mér sýnist hér vera óróleiki nokkur á ferðum. Ég verð að krefjast þess bróðir minn að þið talar inn fyrir honum Agli. Ég er ekki nokkur manneski til að standa í svona erjum sýnd og heilag. Svona reynda þetta puðasystir mín góð. Ég verð að segja það eins og það er að þau voru í það ráða í áttan. Og þér berið ábyrgð á hvernig fer. Ekki verða ég sem skildaði til að þetta negir. Það varst þú sjálf sem myndi þetta nauðsynlegt og verðugt að ganga í jaktastandið. Og eigi var það mín sök að þetta var völ á öðrum. Hún Þórdís heima við það fyrir? Já, hún er nýgengin inn. Bytta hann að finna mér að máli ef hún er ekki vaktulátin. Jú. Já, því munuð ungu hjón hafa rétti grun í það að ég hef ekki ætlað að láta hana bróðurdóttur mín að fara að slippa og snauða úr mínum húsum. Enda ætíð svo talaða minni hálfu að ég gildi henni ráðskonu kaup nokkur. Hvernig myndi ykkur nú lítast á að festa bú hérna í Hlíð? Já, ég. Jörðin er skelfilega niðurnýtt og ekki almennilegu búskapabráður á neinu hér. Lítu betur í kringu þig, systir mín góða, og synd honum Agli fjósið. Ef hann getur á staðið á löpunum. Svona kvöldeginn. Þér gerðu boð fyrir mig, séra Sigvaldi. Já, Þórdís mín. Eins og þér munu vita gekk nú loks dómur í Hamarsmálinu á Alþingi sumar eftir mikla og forljóta rekistefnu og málsókn. Í hverjum dómi mér tildæmd var jörðin til eignar og ábúðar. Ég sagði það í upphafi, Þórdís mín, að yður mundi hentar að standa við skriflegan, vottalegan kauphöndunarsamning okkar Sigurður heitið eða leggja út í málaferð út af þessum kotræfli. Aldrei var það ætlun mín að þér yrðuð Hamars aðnjótandi. En fyrst nú svo er komið sem yður er kærast að þér hafið fengið jörðina fyrir ekkert. Þá býð yður að njóta hennar eins og þér hafið aflað. Það er bláber misskilningur að ég fái jörðina endurgjaldslaust. Enda hef ég það ekki fyrir skikk að láta gefa mér. Ég hef reiðulega uppfyllt alla þá skilmála sem í kaupbréfinu eru tilteknir. Hinn restirandi sumu mun ég lúka til hvenær sem þess var krafist. Þér getið átt pening yðar, prestur minn. Aldrei skal ég leggja svo lágt að taka við einum skilding af því fé sem þér teljið andvirði Hamars. Það meina ég sé aldeilis vanhugsa, Þórdís mín, að slá hendinni við þessum skildingum. Nú það eru þó einir 60 ríkisdalir og yður mun ekki að veita til þess kemur að greiða málskostnað. Kostnað allan í málinu sem ég tapaði vegna klækja yðar og annara bragða frammi fyrir dómendum hef ég nú að fullu greitt með lausafé mínu öllu og á ég það nú yður að þakka að ég stend uppi eignalaus og heimilislaus eftir að þér letuð byggja mér út af Hlíð. Þér vitið það, Þórdís mín, að þér eruð ekki ung lengur og öllum er okkur þarf að hvílast. Ef þér viljið þiggja mér ráð, þá ættu þið nú að flytja í húsmæsku til einhvers bónda sér í sveitin. Þeir eru sjálfsagt nógir sem vildu taka eða gerðu það fyrir mínu orð ef ekki vil betur. Þér ætlið mig lítilþæga, prestur minn, ef þér haldið viljið þiggja í það liðsinni til þessa eða annars og getið þér sparað yður öll afskipta mér og mínu utan að skila mér aftur réttmætri eign minni Hamarskotinu hvar bóndi minn ætlaði okkur samastað í ellinni. Ekki nægja orðiðar ein til að ómerkja dóm sem gengið hefur á Alþingi og sýnist því ástæðulaust, Þórdís mín, að ræða þetta mál frekar.
Það gæti nú verið, séra Sigvaldi, að Þórdís húsfreyja hefði þá sök á hendur yður, yður þætti umræðu verð. Hver er þér? Og hver er beðið yður leggja hér orði í belg? Lítið þið betur á mig, mágur. Má vera að þið kannist þá við mig. Þórarinn, þú ert komin og lætur mig ekkert vita. Ég hefði búið þér veglega veislu í fagnaðarskyni, mágur, ef ég hefði vitað að þín væri vor. Vertu velkomin. Ég hef aðra að sinna nú en að sitja veislur hjá yður, mágur. Þú verður, Þórarinn minn, að koma með mér heim á stað og vera gestur minn. Það er ekkert undan færi. Í tem á ég vantala við þig framtíð þín og fyrirætlanir. Fyrirætlanir mínar skurðir ekki láta yður skipta. En svo við víkjum að því sem vorum að tala áðan, þá kynna fara svo mágur að Þórdís hefði sakir á yður að bera því að fengið ekki rísið undir. Og jafnvel myndi kostiður hempumissi og tugtúksmissi. Ég vil fastlega biðja þau Þórarinn mágur að vanda betur orðin. Þessu líkt sjál er ekki löngu spaug. Það er ærumeiðandi. Ég skal tala enn greinilegar ef þið viljið. Vitið þið hvaða straff lögin leggja við nafnafölsun? Ég skildi við hvað á. Kannist þið við þetta bréf? Mágur, betra er að fara sér þeim góðslega. Ég þykist vita hvað þú áttu með þessum bréfsnefli. Þetta má allt jafna með góðu. Misbrestur sýnist mér hafa orðið á því að deilumál ykkar Þórdísar hafi verið jafna með góðu þar sem af er. Þannig stingdu nú ráða þessu bréfi. Ég gæti þá yfirvega hvort ég myndi ekki gera það fyrir þín og orðað eftir að láta Þórdísi kotið. Mér sýnist hér á öllu að til þurfa að koma nýr dómar á alþingi ef Þórdís á að fá sinn hlut réttan svo sem henni ber. Og ástæðulaust fyrir hann að taka við því fljótræði sem þér frambjóða af ótta við þennan snepil sem er þá lagður fram á réttum stað og stund. Það er fásinn að Þórarinn að hafa þennan bleðil í hámælum og getum við rætt þetta betur í bróðefni þegar við komum heim að stað og fundið þá úrlausn á málu Þórdísar sem þú fellur þig við. En ekki myndi ég að gera þetta fyrir nokkurn mann nema þig, Þórarinn mágur. Þú veist hvað mér hefur alla tíð verið rætt þig. Ég efast ekki að þér viti best sjálfur hvað fram kann að koma þegar farið verður að rifja upp samskipti þar við Þórdísi húsfreyju og Sigur Sáluga bóndennar. Auk þess vildi ég gefa þér þau ráð að þér farið hugsiðu fyrir nýjum samastað í ellinni, þar sem staðurinn er kirkjujörð. Ekki skaltu láta þig það varða, mágur, eða ertu enn að hugsa kaffélástöðuna hjá mér og vona þú verðir eftir maður minn á stað. Vel má það vera. Það skaltu aldrei verða. Ég dreg það ekki í efa að þú kunnir katekismus og skriftir greinilega að útleggja, en traust mitt hefur brotið aðeins með framferðið þínu. Vel á minnst máður. Biskup bað mér fyrir þetta bréf til yðar þegar ég var í Reykjavík. Biskup? Hvað vill hann mér, kallhólkurinn? Sæl Guðrún. Sæll Egill. Til lukku. Hvað er það þarna? Hrútsbendir frá embættis handhéru. Embættisverk gróflega forsómu. Ég sé þetta ekki verðlörunarlaust. Hvað á þetta þýða, Þórarinn mágur? Það þýðir að yður hefur verið veitt laust frá embætti fyrir ellisakir og fyrir það að þér eru talin hafa vanrækt pressverkinu upp á síðkastið. Staðnum var slegið lausum það bil ég kom til landsins og var mér veitt brauðið. Svo þú ert þá áliðinn prestur á stað, mágur. Já, sér en nú að. Rekinn frá embætti með skít og skömm. Og endurinn verður líklega að sá að hann leggst upp okkur hjónin hér í hlýð þar sem eftir er kallið. Þó við eigum honum ekkert gott að gjalda síður en svo. Ég held honum sé það ekki of gott. Þegið þú, Egill. Ég sé að mér muni vera ofaukið í þessari tignu samkundu. Komdu, Egill. Komdu, segir. Séra Sigvaldi nú svo vel auðugur af jörðum og lausa fjað. Hann verður ekki heimilislaus þó hann þurfa að flytja frá stað. Rétt mun það vera, Þórdís. Eignir á ég nokkrar. En ekki allar jafnvel til fengnar. Þessu líkt sjálfmun varða við lög, Þórarinn mágur. Má vera ef ég væri á rökum reist. Ef ég mann rétt áttu við óuppgerðan föðurarminn ég fór á landi brott. Rétt er það. Ítem ímislega kostar við uppeldið þitt og læringar með meiru. Sýnist mér nú mágur að tími sér til komin að gera upp þá reikninga. Og mér hefur skilist rétt þar fóstrur mjög þess fýsandi að mál þeirra gegn yður verða á nýupptekið til rannsóknar og dómsúrskurðar. Ekki mun ég hlífast við því, séra Sigvaldi, að hefja nýja málsókn og hendur yður. Ef Þórarinn sér þess nokkra von að ég fái réttan minn hlut. En það mun tíminn leiði ljós. Og verið nú sælir, séra Sigvaldi.
Ætli það sé nú ekki mál til komið að fara að beðja Guð að hjálpa sér.